Hér á því að kynna okkur verkefni sem meðal annars framkvæmt í grunddeild byggingargreina VTG 106 í Túgöl. Það þetta hérna verkefni, samsett 4 stykki með hring hér í miðju og einn svona þríhyrningur settur hér í miðjuna. Og ég ætla að sýna ykkur svona hvaða verkfæri og hvernig maður ber sig að því að framkvæma þetta. Þetta eru helstu verkfæri sem við komum til að nota. Réttskeið með svona hlíf hérna til þess að það er fyrirbyggja að nemendur skeri sig í hendurnar eða í puttana. Hnífar, tómastokkur, blýantur, vingill, riss sem maður getur notað sem hringfara, nagli sem maður neglir hér í gegn til þess að fá hringinn eins og sína aftur, haman til þess að negla naglinn. Hérna notum við teip til þess að festa hlutina saman, sandpappír, púsabrúniðar og síðan hérna verkfæri til þess að líma í lokin. Spaði, meidill og nuddkubbur. Í þessu verkefni þá vinna svona fyrst til að byrja með 2 nemendur saman, þeir fá hér sitt hvort stykki. Byrjum á því að hrúa það hér brotn í horn. Og ætla ég að sýna ykkur hvernig maður gerir það svona á nokkru öryggi. Í fyrsta lagi á ungi nemendur oft á tíðum erfitt með að láta réttskeiðina vera kjurra. Hún fer á skrið og þá verður skurðurinn ekki beinn. Þá svona til þess að auðvelda, þá meðal annars hægt að nota bara hérna teipana hérna svona á svona 4 stöðum. Síðan halda hendinni hér og þegar maður sker þá er mjög gott að vera með hnúana alveg niður á dúfnum, hafa þumalinn hérna, láta liggja hérna, því að þarna ef þumalinn hérna er hann svona ákveð öryggi. Ef maður heldur hérna, að þá ef þau færu upp á þá er það þumalinn að byrjar á því að fara í puttana. Þannig að ef maður heldur hér þá færir maður beint í puttan og sker ef maður lætur upp á réttskeiðinu. Sem sagt, hnífið neðarlega, þumalinn hérna láta hann leika eftir réttskeiðinu og síðan megin þrýstingurinn, hann er niður, ekki til hliðar því að þá er hægt á því að réttskeiðin fara af stað. Niður en létti hliðar þannig að það fylgir réttskeiðinu. Svo fyrst ekkert mikið þrýsting og bara fylgja réttskeiðinu svona nokkuð rólega. Og þegar er komið fyrsti skurður, þá elti hnífurinn meira. Svona. Og svo er ágætt að láta þau svona 3 eða 4 sinnum skera ofan. Síðan hér, þegar þetta er komið og brjóta þetta svona. Þá er stríginn eftir og það er að passa sig á því ekki að halda fyrir framan það sem egginn stefnir því að þá getur voðin verið vís. Heldur halda hérna alltaf, halda hérna fyrir aftan. Megin þemað er það alltaf að vera með lausu hendina fyrir aftan eggina á þeim bitjarnum sem við erum að nota. Tekur þetta svona í sundur. Þá er komið hérna 2 þríhyrningar. Leggjum þá hérna til hliðar. Eins til þess að stöðva réttskeiðina. Sýna svona annan hátt hérna og tökum við hérna. Svona 2 teip, þetta teip eins og við köllum þetta. Og þá er hægt að setja þetta hérna á réttskeiðina. Til þess að hún verði stöðu. Leggjum við hérna brotn í horn.
þetta eins og ég segi, það eru tveir nemendur sem að skipta þessu á milli sig, annar sker þetta og hinn tekur þetta. Síðan er þetta skorið á sama hátt og fyrir að stykki. Svo stuður réttskeiðina, rekkjum hana til við. Svo er þetta brotið af. Og skorið í sundur. Svo er þetta stykki fyrir nemendur. Hér. Og svo hér er þetta stykki. Þegar hann brýtur þetta svona, þá kemur örlítið hraunir hérna neðanverðu á dúknum, þannig að hann fellur ekki þétt saman. Og til að þarna fá hann til þess að falla þétt saman, þá er hægt að gera það með tvennum hætti. Annars vegar er þá alltaf að halda hendum hérna við aftanleggina og taka hérna þannig að bara neðri brúnin. Neðri brúnin tekið, neðsta brúnin. Tekið svona örlítið. Svona þessu. Þá fellur þetta þétt saman. Svo hér kemur rífa, kemur hann öll saman. Þetta er að að hreinsa þetta svona, þá fellur þetta þétt saman. Einnig er að þetta er dálítið erfitt fyrir nemendur að taka þetta með þessum hætti. Þá er hægt að einfalda hlutina með því að taka þetta sandpapír og slípa neðri brúnina. Og þá passa sig að það sé bara neðri brúnin, ekki slípað upp í efri brúnina, þetta er eingöngu þetta neðanverðu. Og slípa í burtu þetta brunn. Handbóðum svona. Örlítið meira heldur 90 gráður. Sem afstekið á hreinsa maður hérna. Og þá fellur þetta vel saman. Ef að réttskeiðin hefur farið af stað hjá nemendunum og línan er skökk, þá er hægt að leggja hér réttskeiðin aftur á, hérna svona, fara örlítið inn fyrir og endurtaka leikinn þá bara. Núna skera þetta svona með sama hætti. Sinnum og síðan halla hann svona örlítið innundir því þá fær maður hreinan kantinn strax. Þetta getur maður skorið þetta svona og fengið hreinan kantinn. Síðan tökum við inn hlutan og snirtum hann með sama hætti, annarkvort með gifnum eða sandpapír. Nú er þetta komið. Hérna. Rétt saman. Tökum til í hérna. Og límum þetta. Svona saman. Svona drögum þetta þannig að það falli rétt saman. Og nú er í sjálfu sér þessi stykki þurfa ekkert að vera alveg rétt, hvorki vinkill eða alveg ferningur. En þá er það að byrja hér á því að tökum miðjuna hérna á þessu. Þannig að mælum við hérna og svo tökum við hérna akkurat í miðjuna. Hérna. Leggjum við þarna við. Tökum hérna vinkilinn. Leggjum hann á strikið sem hann voru við strikið og eftir langlínunni hérna og strikum við svona út. Og aftur límið tvöfalda teipið, það heldur ennþá. Þannig
leggjum þetta núna eftir strikinu. Þá erum við komin hérna með þessa vinklaðu. Síðan tökum við hérna sama hátt. 3-4 sinnum. Síðan brjótum við þetta. Höldum hér fyrir aftan leggina. Og skerum frá rauðhöfandi. Skerum dregan hérna í sundur. Nú taka hérna sandpapíri. Og slípa það við hana. Tökum þetta í sundur. Snyrtum brúnirnar eins og áður. Síðan víslu við þeim. Þannig að grænn verður á móti rauðum og öfugt. Teipum þetta saman hérna. Verðum ekki allt og nálægt hérna í miðjunni. Þá er komið að því að taka hring hérna í miðjunni. Fá okkur hérna smá dúk út. Djúpt á hérna. Þetta er yfir. Tökum við hérna rissið sem ég er búinn að stilla. Hérna með það ratio sem ég ætla að taka. Hér. Síðan teipum við. Til þess að negla ekki ofan. Þá leggjum við þetta hérna ofan á plötuna sem við komum til með að líma þetta á. Og síðan leggjum við hérna. Þannig að byrjum á því að negla í bara akkurat í miðjuna, þar sem öll hornin skera saman. Og síðan teipum við þetta saman. Þetta er til að halda vel stykkjunum saman og þau fari ekki til hliðar. Og síðan leggjum við þetta ofan í botninn, þannig á eftir að við getum dregið þetta upp. Við tökum bara eitt horn í einu, höldum þessu þannig að þetta liggi vel niðri, byrjum hérna við brúnina og svo reisum við. Taka bara svona og getum snúið þessu svona, þetta snúið betur við okkur. Og svo að kolla kolli, horn eftir horn. Tökum við hér. Og tökum þetta hérna síðan af. Áður við byrjum að skera þetta. Hérna kemur miðstykki sem við komum fyrir að setja þetta inn fyrir þetta sem voru að rissa fyrir. Tökum við hérna bara, leggjum við veskina hérna horn í horn til þess að finna miðjuna. Og svo hér. Og nú þurfum við ekki þetta hérna, við teipum á. Því hérna er þetta heilt stykki, það þarf ekkert að halda þessu saman eins og hér. Setjum þetta akkurat það sem línan krossast. Og svo rissum við. Það geta alltaf að halda þessu hérna niður, þannig að þetta rúlir ekki svona upp og niður. Hérna. Tökum þetta svona í áföngum. Það er hægt ef að
Þannig ber undir að það sé ekki að snúast, þá er að teipa svona yfir botninn. Þá fer þetta ekkert af stað. Svona. Tökum við þetta hérna. Nú tökum við þetta upp. Þetta er hægt að taka hérna í sundur svona með tvennum hætti. Svona öldurjöfnuna þá kannski lækjum þau ekki vinna með krókningum, en þetta getur maður tekið með krók. En annarkvort getur brotið svona, rétt aðeins opna þetta hérna. Það tekur maður hér, stingur hnífnum í gegn akkurat hér og svo passar maður að halda þessu örlítið á skál, því þá fáum við neðri brúnina örlítið inn undir. Og eins er líka hægt að nota krókinn hérna. Og eftir sem áður með sama hætti að halla honum inn undir til þess að hreinsa neðri brúnina. Komið. Hér var kanturinn ekki alveg nógu hreint, þá er alltaf hægt að taka sandpappírinn og klípa til neðri brúnina. En þú segir alltaf að passa sig á því að slípa ekki yfir á efri brúnina, þetta sé bara neðri brúnina með. Efri brúnina kissist vel saman. Tökum þetta og svo til þess að þetta raðist rétt saman, þá er ákveðið að merkja þetta. Tökum þetta, setjum þetta einn. Og svo för hérna, því í þess átti er náttúrulega mörgina 2, 3, 4. Tökum þetta bara í sundur. Og sem fyrir, þá er þetta að gera þetta með tvennum hætti. En hér brjótum við þetta og þá pössum við brjóta þetta ekki, byrja ekki hérna, því þá er hægt að þetta brotni hérna út úr. Ítum bara lítið í einu. Halla hnífnum inn undir brúnina. Þannig við hreinsum rauninni strax að minnka á vinnuna við það að við hreinsum hérna. Svo hreinsum við þetta svona annarkvort hnífnum eða slípum þetta. Og svona tökum við þessi stykkin hvort frá kolli. Þó svo að maður taki þetta með króknum og ágætt að brjóta þetta örlítið svona. Ef þetta er ekki stíft. Kolla á kolli, þetta er öll stíft. Hérna eitt af þessu stykki komum við til með að nota. Þannig að við höldum þetta til haga. Síðan er þetta miðjan. Notum við hérna eitt stykki sem við skerum hérna ofan í þetta. Og þá er skera þetta hérna svona. Annarkvort að taka þetta svona. Eða nota sandpappír. Tökum við hérna teppatípið. Smellum hérna ofan. Ágætt að því að stríðin tekur ekki alveg nógu vel við teipinu. Rétt aðeins að renna svona yfir. Tökum við þetta hérna. Má setja þetta hérna svona í miðjuna á eitt stykki, en það ýtum við þá að geta að hafa hérna 2 stykki í miðjunni fyrir öðru og svo tökum við hérna hnúa niður, þumali hérna og draga, halda vísi fingri svona með þannig að þetta lyftist ekki upp og svo tökum við þetta svona skref fyrir skref. Hvað gerum við með því?
fylgja vel eftir brúninni, en núna þurfum við að halla til þess að fá þetta nokkuð stíft. Þá verðum við að halla hnífnum örlítið inn undir brúnina til þess að skurðurinn verði nokkuð svona viðað inn undir brúninni. Þá geta nota þumalinn, styðja hann niður, hnúa hann alveg niður og draga svo svona, halda hérna við blaðið, draga svo hnífinn svona hægt og sígandi, skref fyrir skref. Með þessum hætti þá ræðum maður betur við það, heldur en maður heldur hérna uppi og ætlar að skera, því þá getum við farið út og suður með blaðið. Það verður stöðugri með því að hafa hnúana niðri og láta þumalinn svona draga hnífinn á eftir. Svona. Og alltaf að halla því svona örlítið inn undir. Þá kemur þetta nokkuð stíft. Og passa sig þegar maður endar að fara ekki of langt. Byrja akkúrat við hornið og svo þegar maður endar hérna að enda akkúrat við hornið. Tökum þetta svona af og nú brjótum við þetta örlítið. Og þá passa maður því að brjóta þetta ekki þannig að það brotni ekki hérna undir. Fara bara mjög varlega, þrista undir skurðinn og brjóta það svona og opna það. Finnum hvar skurðurinn hérna og svo halla blaðinu inn undir til þess að hreinsa brúnina. Svona, tökum við þetta. Svona aftan og alltaf að halda lausa hendinni fyrir aftan ekkina. Hérna snúa. Þegar maður skera hérna, þá er ágætt að halda þumlinum hérna svona við, þannig að blaðið fari ekki allt upp og þetta bara rétt smá hluti. Þá heldur þumallinn hérna svona við og blaðið fer bara stutt upp úr. Og oft þetta happatrygg fyrir krakkana eða ungu nemendurna að nota bara sandpapír. Slípa brúnina svona til þess að fá þetta vel inn undir. Tökum við hérna. Teipum þetta fast saman, fara hérna stað, svo tökum við hérna þetta hérna horn, græna horni, hafa þetta sitt litinn. Hérna nota maður þumalinn svona sem leiðara til þess að stýra. Leið og fara að halda hnífnum svona og haldi hérna, fara að skera, þá er hægt á því en fari hérna. Hafa þumalinn svona hérna sem svona stafningu. Og svo er alltaf hægt að líka pússa þetta. Teipið, venjum við þetta að tráða.
Svo tökum við þetta hérna fram á móti. Rífum þetta fast. Og aftur, snúa hana niður, blaðið hérna og halda hérna vísifingri svona rétt við blaðið, ekki bara framfyrir. Þá hægt að ráði að skilja í puttana á sér og þá geta að reyna að nota þumalinn og draga sig áfram og taka þetta bara stutt skref í einu. Sárið. Og nú mótum við hendið hérna aftur. Mótum við hérna tókblaðið. Og aftur halla blaðinu við innvendibrúnina þannig að við hreinsum neðribrúnina vel. Með það er alltaf snýrting svona samverkið eða með líka. Teipum þetta saman. Tökum við hérna. Byrjum bara á því, stykki nr. 1 og stykki nr. 2 hérna megin. Tökum svona. Drögum þetta þétt saman. Stykki nr. 2. Eitt og eitt stykki í einu. Teipum þetta þétt saman. Þá geta að smella teipur hérna fyrst. Og annars tekið og toga þetta svo að hann strengir á teipinu. Og síðan kemur hérna síðasta stykki. Og það er einmitt mjög algengt að síðasta stykki verður örlítið og stórt. Þannig að þegar þetta fellur þétt saman, þá rífur örlítið hérna. Og þá er það hið minnsta mál. Leysum það með því að smellum þessu þetta svona, þetta getur verið mismunandi mikið. Smellum þessu svona, teipum hérna fast saman og það ef að væri einhverja skekkjur í þessu líka þá gæti maður liðið þetta. Ef það til dæmis hér væri skakt þannig að þetta rífað svona út þá myndum við líta þessu örlítið lengra hérna. Það er best að
gera það bara svona til þess að sýna. Leyfir þess að vera þétt saman hérna og hér. Svona. Þá stingum við svona í sitthvorn endan niður með brúninni í oddunni og sínum. Tökum þetta hérna. Síðan ristum við hér. Og finnum við hérna stunguna sem við gerðum. Hér. Gera þetta aftur. Þannig að þetta fannst ekki. Tekur við hérna saman og svo erum við það ágætt að smetla hérna smá teipstykkjum undir sitthvorn endanum og stinga hérna síðan svona ofan við brúnina. Þegar að setja teipið hérna, þá sér maður betur hvað stungurnar eru hér og hér og síðan bara skorið hérna svona. Brúninni og skera hérna svo innandi. Maður passa sig að halda ekki þumlinum beint á móti þannig að maður sker ekki í þumlinu. Maður getur haldið hérna og þá heldur maður til hliðar þannig að ekki fari til hliðar við þumlinu. Aldrei hérna beint á. Þá er þetta að skera í þumlinu. Nú leggjum við þetta saman aftur. Þetta innundir. Teipum þetta þétt saman hér. Svona. Svona. Og síðan skerum við bara eftir með sama hætti og gerum við þetta. Skerum eftir þessar hérna. Gerum það með þessu. Hér tökum við þetta svona. Núið niður. Þumallinn dregur og ísýringurinn heldur hérna við þannig að þetta fær ekki að liftast upp þegar við erum að skera. Þetta er hérna svona með blaðinu. Hingað. Síðan skerum við.
stöðum hvert stykki. Og síðan til þess að þetta lendir rétt á plötunni, þá byrjum við á því að láta þannig að öll hornin fari í samsetningarnar. Byrjum við á því að fara hérna í skurðin hérna á annan veginn og ýtu þessu svo eftir, þannig að þetta sé alltaf við skurðin. Þá erum við fljótari að láta þetta hitta akkurat á brúnirnar. Þegar þetta er komið hornin öll saman í samsetningarnar og strikjum eftir þessu. Þegar við erum að bera límið á, þá er þægilega þegar við snúum þessu við og leggjum ofan á, þá er þægilega að hitta akkurat á réttan stað bara eftir strikunum. Límið. Síðan strikjum við hérna smávegis á spaðinn og drögum hann svona út af plötunni. Ef maður drægir hérna, þá er hættar á því að maður hreinsa spaðanum og hérna komi límdruða út á brúnirnar. Snúða þessu við svona, taka alla brúnirnar svona. Og getur verið ágætt að halda spaðanum hérna svona beinum og draga svona þannig að það sé bara lífmagnið sé bara miðað við tennurnar. Því að stundum er hægt á því að þau setja of mikið lím þá fer að guppa þetta upp á mikið. Draga þetta svona. Tökum hérna bara í brúnina, hérna, miðum við strikin sem við strikum og stillum við þetta, ristum við þetta ofan á þetta, stillum við svo við, tökum við svo hérna nuddkupi, nuddum við þetta aðeins yfir þetta fari og límið. Hreinsum tekið af. Getur nota svona neglurnar ef það eru lélegar. Þá er alltaf hægt að nota myndinni og taka hérna svona rétt aðeins upp til þetta. Brúnirnar fara upp á og eru stífar, þá má ekki lemja ofan á þetta svona því að þá er hægt á því að merjist brúnirnar. Það getur verið ágætt að taka hérna hnífinn og setja hann ofan í milli í samsetninguna og ræða hann svona. Þá mjög vel saman.
ef einhver starf kemur lífur komin í. Ef það rifur einhver starf hérna, þá þegar það er að stilna örlítið að líminu, þá er þetta að lyfta þessu upp og setja þetta svona örlítið upp í bungu hérna og þrista því saman. Þannig er maður að þrista því þetta saman. Lyfta því svona upp, smetla því svona þannig að myndist örlítil bunga hérna. Og svo lyfta maður. Þetta hérna örlítil milli. Síðan svona þegar það fara að styrta með lítið að líminu, þá er annarkvort til dæmis að skera utan hana og þá er það ákveðt með þeim hætti. Leggja það hérna svona og það er sama hendin hérna, halda hérna aftarlega og renna svona blaðinu svona eftir brúninni og plötunni svona. Skera þetta svona tvisvar til þrjusvar. Það er þetta út fyrir brúnina, setja plötuna akkurat á út í brúnina hérna og brjóta þetta. Þá er þetta komið svona. Ef að væri einhver misvíð á þessu, þá er þetta að setja plötuna öfuga og renna svo eftir svona til þess að fá kantinn betur og hreinni. Og í lokinu er hægt að slípa brúnina rétt aðeins. Svona. Það gæti líka verið. Verið gaman að því. Dúkleggja hérna. Dúkur er færið hérna á þessa brúni hérna. Og sjóða röndina. Þá er það ágætt að gera með þeim hætti og skerum við hérna upp í stykki. Teipið ágætt til þess að sjá hvar við komum til með að stinga. Sótinum. Stingum við þessu síðan hérna. Þessi neðri brún kemur af plötunni. Setjum við hérna, stingum hérna með óttinu ofan á teipið aftur hérna og svona. Tökum við hérna og hér. Og skerum. Brjóta hérna. Þá kemur það akkurat á brúnina hérna.
setja það fram á brúnina og brjóta. Límið aftur, setjum lítið á spaðan og svo berum við á brúnina á plötunni. Nota bara hérna svona dúkið þetta til að hreinsa. Leggja þetta neður svona og enn kemur teipið sér vel og teipa þetta svona niður. Halda þessu. Það ekki sjálfur og svo leynum svona lítið steinn á þessu og síðan nuddu þessu betur niður. Og í lokin það er með sandbakið í brúnina. Og hérna síðan hægt að sjóða þetta. Sjóðum þessa hérna svona. Leikinn á hverju brúninni. Hér stingum hérna við endan, leggjum þetta hér og stingum hérna við endan. Ég þarf að passa sig að fara út úr þannig að stríginn verði heill. Þannig að brotið á stríginn heill hérna. Aftur hér. Tvisvar þessu sinnum. Síðan setja þetta svona við brúnina. Nota brúnina að setja það á. Skorið það slétt, þá er bara tvo vegur á beginum og tvo vegur svona út af brúninni og brjóta.